Já, þetta fyrsta framlag okkar Íslendinga til Eurovision, Gleðibankinn, og munið hvað hópurinn kallaði sig á sínu tíma. Þetta var svo sem Helga Möller og Pálmi Gunnarsson og Eiríkur Hauksson, og þau fóru út undir heitinu Æsi. Þetta var skemmtilegt og eftirminnilegt að fylgjast með. En ég komið með söngkonu á lína hjá mér sem að ekkert ókunnug Eurovision heldur. Hún tók þátt, var það ekki í fyrra, Elisabeth Ormsleff? Góðan daginn. Jú, góðan daginn. Það ekki rétt hjá mér? Jú, yeah. Já, þú varst með rosalega rólegt lag, og hvað, var ekki Greta Salome sem átti það lag? Jú, hún átti bæði mitt lag og sitt lag. Já, og fór áfram í úrslit með bæði lögin? Já. Það var ríkilegt skemmtilegt. Og þið ákveðuð það ekki að hafa lagið sem að þú fluttir áfram á íslensku? Já, við ákveðum það. Já, stundum það þannig. Og það bara passa. Já, það stundum þannig nefnilega. Já. En þú hefur nú gert ýmislegt í tónlistinni og ert náttúrulega, já, bæði búin að taka það til söngvakeppninni, og þú náttúrulega varst í Voice-inu líka. Já, ég var í Voice, fyrstu seríun af Voice, árið 2015. Það var alveg þvílík reynsla. Það ekki? Jú. Ekki skemmtilegt að taka þátt í svona? Jú, það var nefnilega koma óvart hvað það var skemmtilegt. Ég var pínu skeptísk fyrst, af því maður hefur fylgst með öllum þessum þáttum sem hafa verið í gangi. Já. En svo bara, ég sé svo ekkert eftir þessu, og ég bara mæli með því að allir sem að eiga sér svona drauma bara skrái sig, af því þetta algjörlega þess virði. Akkurat. Og opnaði margar dyr fyrir mér. Já, ég trúi því. Og þú ert náttúrulega líka búin að vera að syngja í bakröddum og ýmsu öðru líka. Já, það reyndar svolítið síðan að ég var í því. Það alveg nokkur ár. En jú, ég söng alveg, ég tvisvar sinnum sungið bakröddir í söngvakeppninni og svona fyrir nokkrum árum. Akkurat. En ég hef ekki verið í bakröddum neitt rosalega mikið upp á síkasti, eiginlega bara ekki neitt. Nei, ok. En þú ert ekki langt að sækja sönghæfileikana? Nei. Þetta er nú svolítið í blóðinu og heimilinu. Þetta er svolítið mikið í blóðinu. Ég er bara alist uppi að eiga mömmu sem er söngkona náttúrulega, þannig að þetta er mér rosalega kunnugt. Já, nákvæmlega, þetta var það ekki ástæðuleysu. Ég spilaði Æsi-hópinn. Nei, ég fór pín að hlæja, ég var bara ég er svo sem að spila Gleðibankann. Já, ég hugsaði með mér, ok, ef ég ætla að taka þetta einhvern veginn lengra, og ég fór að fletta upp hjá mér og hugsaði bara, nei, hér alltaf mörgu jólalög með Helga Möller. Þannig að ég varð að fara einhverja leið, sko. Ég hefði getað að tekið Geirmund. Já, eða þú og ég. Já, eða það, nákvæmlega. Það föstudagsfílingurinn okkar hérna. Algjörlega. En ég sá að þú varst að líka á Facebook, Facebook Live daginn með henni Svölu. Já, það var svo skemmtilegt. Það var svo ógeðslega skemmtilegt að sjá allt í einu finja inn eitthvað komment frá, fólki sem býr í, Búlgaríu eða Moldóvíu eða hvað sem þetta heitir. Bara út allan heim, út alla Evrópu. Algjörlega, þetta er svo skemmtilega, það er svo margir sem eru að fylgjast með þessari keppni. Já, þetta er náttúrulega alveg skiptir milljónum maður að pæla í þessu. Ertu búin að vera með henni eitthvað í þessum undirbúningi eða hvernig er það? Já, ég var allavega henni svona sem andlegur stuðningur í kringum keppnina. Ég var með henni á forkeppninni og úrslitakeppninni líka í Laugardalshöll. Já, ok. Bara til þess að, ef hún þurfti að fá knús eða eitthvað, þá var ég þarna fyrir hana. Það þarf líka, algjörlega. En hvað er svona frétt að þér úr heimi tónlistarinnar og svona hvert svona sér fyrir þér að þú stefnir í þessu? Heyrði, ég var bara að gefa út lag, minn fyrsta single bara í gær. Já. Og tónlistarmyndband líka. Og það er svona fyrsta skrefið í átt að bara sólóferli sem ég hefur dreymt lengi að gera. Og já. Það sem þú hefur verið að gefa frá þér og náttúrulega það sem hún tókst fyrir Gretu og svo tókst upp líka Hello. Já. Alveg eftirminnilega. Já, það er náttúrulega, það sprakk svolítið bara í andlitið á mér. Það var mjög ánægilega. Já. Þetta hljómaði illa. Nei, alls ekki, en ég er að skynja að þú í rauninni er búin að vera svolítið í svona rólegri tónlist, sér fyrir að
að þetta liggur vel fyrir þér. Já, ég alveg svolítið mikið í svona pop, soul, R&B feeling. Já. Það svolítið svona mitt forti og það líður mér rosalega vel. Og en maður veit aldrei hvað maður gerir, en þetta allavega svona það sem ég sé fyrir mér akkurat núna. Akkurat, en það hann Örlygur Smári ekki sem á þetta lag? Jú, hann á lag og texta. Ég á nokkur orð í textanum líka. Jæja. Ekki rosalega mörg. Hvað getur þú sagt mér lagið? Lagið fjallar í rauninni bara ástarsorg og að vera með einhverjum sem að þið langar svo ofboðslega mikið til að geta verið með, en það bara gengur ekki. Af því að það ekki nóg að vera bara ástfangin af mannesku. Og bara snýst í rauninni það. Það getur ekki alltaf gengið, þess vegna textinn I don't want to but I need to. Mér langar ekki til að þurfa að gera þetta, en ég þarf samt að losa mig úr þessu. Akkurat. Og bara setja þetta, komið sér fyrir í fortíðinni. Og bara að finna einhvern styrk til þess. Algjörlega, en Elísabet, ég hlakka rosalega mikið til að halda áfram að fylgjast með þér. Ég mynd búin að vera að fylgjast með þér í þó nokkur ár og hlakka til algjörlega að heyra meira. Við ætlum að fá að heyra lagið Moving On heitir það. Yes, bara endilega. Takk kærlega fyrir þetta og virkilega skemmtilegt að heyra í þér. Sömuleiðis. Haldið fína. Bless. Bye. I've been thinking about the two of us.